Matti, hvernig metur hún að leika mútið Val í kvöld? Það bara svektur, mér fannst fullt tækifærum þarna og við vorum bara rosalega einhvern veginn ekki einbeittir þegar það vantaði lítið upp á til að koma sér svona í alvöru leik. Á sama tíma náttúrulega slaka þeir alltaf á þegar þeir eru komin svolítið fram úr en okkur vantaði svolítið fleiri vopn til að koma sér leik. Þetta byrjaði líka bara strax í brekku, hvað veldur? Ég veit það ekki, ég sagði bara rétt áðan í viðtali á Stöð 2 að sviðið var of stórt fyrir nokkra og sem eru að stíga sín fyrsta skref úr úrvalsdeild og þeir bara vera klárir næsta leik eða þar næsta og þeir eru bara að venjast þessu. Þeir voru ekki með þetta, voru hræddir. Þú veist að þú horfir tilbaka, finnst þér þú að hafa undirbúið liðið nógu vel? Já. Þú veist, þið lendið í vesinni sóknarlega, það bara, menn voru ekki að hitta? Það bara ömurlegt execution á því sem við ætluðum að gera. Við vissum nákvæmlega hvað þeir ætluðu að gera í vörn og þeir dobluðu eins og við byggumst við þeir myndi gera en menn voru seinir að kvötta, Giga var mjög lélegur að leysa doppeltímið, 6 turnover, bond turnover sem að oft á tíðum koma af póstinum í áttina að okkar körfu, endi höndunum á þeim, auðvelt þeir hinum einn í low scoring leik og bara sem lið þá leystum við það sem að við erum búin að vera undirbúa alla helvítis vikuna mjög illa. Þú varst lengi með strákarna inn í hálfleik, hvað varst að segja? Sko, það var alveg bara, það var nokkrir hlutir skilur við ætluðum að vantaði bara kjark í menn, að vantaði fókus í menn, sérstaklega í þessa sem að voru að spila illa. Þeir voru ekki að gera vel varnarlega heldur og ég er kannski svektastur með það. Mér fannst Orri rífa sig vel í gangi í seinni hálfleik varnarlega, þó hann hafi ekkert gert neitt fyrir okkur sóknarlega í dag. Menn þurfa að geta verið on it varnarlega og þjösnast í einhverjum frákostum og baráttu þó þeir séu farþegar í sókn. Eitthvað á þessu tímpúti sem þú sér strax að þú getur tekið jákvætt út úr seinni hálfleiknum? Það sem ég tek bara jákvætt út úr þessum leik að við erum að spila móti topp 2 liði á Íslandi á mínum mati alveg ótrúlega slagir í dag í eiginlega bara flest öllu og eiginlega allan leikinn og það eru samt tækifæri til að vinna á. Þú fékkst tæknivillu fyrir að vera ósáttur eitthvað við einhvern dómutengslu við Kára á boltanum, hvað getur þú sagt það? Ég var bara orðinn þreyttur á Kára og Pablo negla haustum aftur á bak þegar kemur smá kontakt út á miðjum velli og dómararnir að kaupa það. Ég var bara þreyttur á því og lét skoðun mína í ljós og fékk tæknivillu fyrir það. Er eitthvað að trufla ykkur kannski, þetta bikarmál varandi Tindastóli, það að bíða eftir ykkur þar? Nei, það truflar okkur ekki neitt, Valur er bara betri en við skilur. Þeir eru með dýrari leikmenn, þeir eru með fleiri dýra leikmenn. Kári setur liðið á bakið í dag alltaf þegar þeim vantar stig og það er vonandi það sem að Amerikaninn okkar mun gera fyrir okkur. Þá erum við bara í 50-50 leik á móti Íslandsmeisturunum. Við skulum ekki láta eins og við séum í Real Madrid þetta. Hvenær býstu við að sjá Darwin aftur á gólfinu? Bara í næstu viku. Bara að lokum, ég hef oft tekið viðtal við í Jólasal, ég held að ég aldrei talaði eftir tapleik. Er þetta ömurleg tilfinning? Já. Það er bara einfalt. Það er bara þannig, mér finnst alveg leiðilegt að tapa fyrir Val þó að það sé í lagi innan gæðslappa að tapa fyrir Íslandsmeisturunum. Það var alveg ógeðslega leiðilegt að tapa á móti Selfossi í fyrstu deild sko. Takk fyrir þetta, Matti, gangið vel. Takk.